vonandi kann ég það. Og hvað, sjáu þið núna bara glæruna sjálfa? Já. Já. Ég byrja þá og komið sæl, ég Salvör Gissuradóttir og að flytja hérna erindi sem hefur yfirskriftina hvaða form og skipulag heppilegt fyrir fjarmentabúðir og gáttlisti. Og uppálega var ætlunin að það væri ég og Sólveig Zóphóníasdóttir sem flyttum þetta en svo gat Sólveig ekki komið og þannig að hún kemur ekki núna. En við unnum saman þarna því að fara í gegnum þessi innlegg frá fjarmentabúðunum. En við þetta kemur nú hérna beint á eftir fyrirlestrinum hjá henni Sólveigu, þannig að það þarf kannski ekki að endurtaka þetta, en bara ef einhver hlustar bara á þennan fyrirlestur, þá erum við hópur sem setti á stað svona fjarmentabúðir á vormesseri 2020 og hér listi yfir þá sem í hópnum og þetta sem sagt vinnan sem við Sólveig Zóphóníasdóttir tókum að okkur. Þetta eru háskólakennarar frá 2 háskólum, Háskólanum Íslands og Háskóla Akureyrar sem unnu saman að þessu verkefni og það eru myndirnar af okkur Sólveigur, þau eru bara í efstu röð. Það Sólveig Zóphóníasdóttir, svo ég þarna í miðjunni og svo Sólveig Jakobs. En það sem við höfum í huga í þessu verkefni, það var að þetta svona notendamiðuð hönnun og það á ensku Educational Design Research, oft skammstafað EDS, og það gengur út á að meta hvað virkar og hvað virkar ekki og í þessu tilfelli við framkvæmd fjarmentabúða og að breyta á milli búðanna. Það tilgangurinn að afla þekkingar og þróa lausnir á raunverulegu vandamáli. Og þetta oft svona, EDR oft 3 fasar sem oft endurtekning, greining og svo hönnun og mat eða analysis, design and evaluation. Og það sem vandamálið hjá okkur, það sem við erum að kljást við, það hvað þarf til þess að flytja mentabúðið og á ensku þá heitir þetta EduCamp eða Unconference á netið. Og það þá hvaða tæknilega umgjörð og skipulag þarf að vera fyrir hendi til þess að ná að skapa samfélag þar sem fer fram óformlegt nám og samfélag sem byggir á jafningjafræðslu og tengslamyndun. Og hvers vegna þarf að rannsaka form og skipulag fjarmentabúða og það eru kannski svona 4 atriði sem skipta hér dálitlu máli og það veigamest að jafnvel þó að sé nokkur hefð fyrir netráðstefnum þá eru þær mögulega frábrugðnar mentabúðum, af því að mentabúðir eru ekki ráðstefnur, það eru meira svona jafningjafræðsla og tengslamyndun og svona óformlegt nám. Og síðan líka að þetta verkefni sett í gang til að bregðast við mjög óvenjulegum og sérstökum aðstæðum eða COVID-aðstæðum, þar sem bara beinlínis skólakerfið stoppaði að hluta þetta hefðbundna skólakerfi og fór á netið bara mjög snögglega. Og þetta líka hluti, eða við teljum það að þetta getur verið góður hluti í starfsþjálfun kennara og til að byggja upp svona starfmennta samfélag og við teljum kannski dálítið atriði að við teljum að það ekki bara að við séum að gera þetta til þess að bregðast við þessum ástandi, heldur við líka að hugsa getum við búið til einhverja módel sem aðrir geta notað í skólanum og án þess að hafa mikil svona tæknilegt bakgrunn, án þess að hafa mikla peninga úr að moða og mjög þetta verður nógu einfalt og þægilegt skipulag
fyrir einstaka skóla eða skólasamfélag til þess að kennarasamfélag til að taka upp. Og ég bara í samband við menntabúðir þá vísa ég greininni í skólaþróun hvað menntabúðir eru sem að Sólveig Jakobsdóttir skrifaði og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögu hvað verkefni gekk út á. Það voru haldnar 3 menntabúðir og þær voru í 6 Zoom fjarkennslurýmum og það voru haldnar í mars, apríl og maí, þannig að þetta eru 3 menntabúðir. Og það var allstaðar prófað ýmiss konar skipulag sem virkaði kannski ekki og það verið breytt fyrir næstu búðir og af því að það gafst þarna tækifæri til þess að prófa þetta 3 sinnum þá viljum við meina að ýmislegt hafi skólast hjá okkur og við fundið út hvað gengi og hvað gengi ekki. Og svo eins og Sólveig sagði þá styrkur til áframhaldandi verkefni þannig að það verði allavega 4 sinnum í viðbót, þannig að von standa til þess að við fáum þarna svolítið svona góðan reynslubanka til að. En það var semst prófað ýmiss konar og það var það sem að kannski ég tók mest að þátt í að það væri tæknilausnirnar og sérstaklega í sambandi vef og verkfæri. Og það var sett upp vefsetur, ég tók að mér þann hátt að sem að var gert aðgengilegt efni sem kom frá öðrum, til dæmis fyrir upptökur frá ráðstefnunum, ýmsar upplýsingar, dagskráin, þannig að vefsíðan þjónaði sem svona, bæði kynning áður en að fjarmenntabúðirnar voru, en líka svona til þess að svona eins og umgjörð utan þær og líka svo eftir á til þess að auðvelt væri að koma í efnið. Og með tenglum í ýmiss konar ítarefni og leiðbeiningarefni og svo framvegis. Og það var töluvert breyting, bara þetta að setja upp vefsíðu var alveg töluvert breytingaferli þar sem við vorum að pæla, bæði var ég að gera tilraunir með ýmiss konar uppsetningar en svo vorum við að pæla á fundunum hvað virkaði, hvað ekki og fengum mjög mikil viðbrögð, einmitt fengum við strax að vita að eitthvað verið óaðgengilegt eða eitthvað, aðalega fékk maður nú að vita að það var eitthvað sem var óaðgengilegt. En bara sem dæmi að, og ég ætla aðeins að fara yfir þetta, fara yfir framkvæmd búðanna, verkfæri, tól og mannskapinn sem að stóða þeim og hvernig var kallað eftir innleggjum og hvernig var auglýstar og hvernig afræstið var komið á framfæri. Það að segja allt þetta í sambandi við vefmiðlana sem að var nú kannski það sem ég kom að, en Sólveig átti náttúrulega skipulagði til byrjun alveg með hvernig þetta var og hefur náttúrulega mjög mikla reynslu að skipuleggja svona búðir og sumt virkaði vel þegar var flytt yfir svo netið en sumt þurfti að breyta. En bara þannig að það var, Sólveig talaði þetta, þessar 6 kennslustofur eða kennslurými og þetta eitthvað sem að við áttum okkur ekki á að þetta eiginlega við lítum á svona netkennslustofu en þetta ekkert svona náttúrulega sjálfgefið að við flytjum inn kennslustofuna, við búum til svona rými sem svona föst þannig að þú ferð inn í eina kennslustofu en þessi hópur sem stóð aðeins undirbúningi að það var hver alltaf með sína kennslustofu eða sína stofu, ekki auðvitað kennslustofu og svo var ein stofan svona með aðeins öðruvísi formi heldur en aðrar átti að vera svona kaffistofa eða spjallstofa. Og svo var svona samfélagsrými eins og fyrir svona hamingjustund eða samantekt og þar sem hópur kom saman og gerðar eins og svona tilraunir með samskiptamáta einmitt bara í sambandi við þessa uppsetningu. Og síðan voru á þessum menntabúðum og það var það sem við skoðuðum að búin að vera að fara í gegnum og ekki náttúrulega alveg fullkomlega búin að því að greina þessi 51 innlegg og langsamlega flest þeirra voru tekin upp og það var upphaflega var hugmyndi bara að taka upp til þess að vita hvað færi þarna fram en við gerðum þetta aðgengilegt á vef og það var alls ekki þannig að
bara eitthvað sem var lagt upp með upphaflega og meira að segja komið fram raddir að kannski myndi einhverjir ekki koma ef þetta væri of aðgengilegt á vefnum. En ég held að það sé, það þjónar svona, maður finnur það að þjónar eins öðruvísi tilgangi að sem á vefnum. Það svona eins og námsefni frekar og meðan að menntabúðin sjálf var svona þessi samræða vonandi, eða vonum við allavega. Og þessi vefsíða við settum þetta upp á vefsíðu og það svona helstu gögnin sem eru aðgengilega almenningi núna. Það á þessari vefsíðu og eins og þá vefsíðan svona sites.google.com/view/fjarmentabúðir. En við erum búin að fá lénið fjarmentabúðir og það virt og það smelt á þessa slóð, þannig að það nægir alveg að nota þetta núna fjarmentabúðir, þá fá þið bara síðu og smellið svo á slóðina. En væntanlega í næstu fjarkennslubúðir þá verða fjarmentabúðir, þá verðum við með allar upplýsingar á þessu slóð og hugsanlega mjög líklega einhvers konar annars konar kerfi. Já, það eins og ég segi, þetta í sífelldri þróun hjá okkur með að við hvernig gengur. Og með að við líka, ef við fylgjumst með núna í samfélaginu bara í dag, að við erum þegar á ráðstefnu sem svona fjarráðstefna sem hægt að læra svona ýmislegt af í sambandi við tæknilega umgjörð og síðan var hugvísindateng líka á svona rafformi og síðan verður þing félagsvísindadeildar, það verður þjóðarspegillinn, verður líka á rafrænu formi og fleiri ráðstefnur menntamál hafa verið það, þannig að það ýmislegt sem við getum lært á hvaða tæki og tól aðrir nota og hvernig, og það líka þátttakendur sem koma á þessar búðir eru orðnir miklu meðvitaðri og kunna meira á þetta. En þetta sem sagt vefsíðan, slóðin og það bara nóg að muna þetta fjarmentabúðir.is og eitt af þessu sem að fylgir líka að prófa og tæknilegt líka, það þessi kynningarmál og samfélagsmál, að vita hvernig samfélagsmiðlarnir virka og að búa til, og það þarf að vera, ef við ætlum að koma með eitthvað módel fyrir til dæmis skóla, þá þarf að vera inn í því. Eitt af þessum sem þarf að gera, þarf að búa til svona borða til að auglýsa og átta sig á hvernig maður auglýsir á samfélagsmiðlum og hvernig maður nær til þessara hópa sem maður ætlar sér að fá. Og ég teka fram að þegar við erum að tala kynningar og auglýsingar í þessu verkefni, þá var það allt sem gerðist inn í okkar samfélagi. Það var engin borguð auglýsing neins staðar. En að því að við erum svona tengd inn í menntakerfið þá náttúrulega vissum við hvar ætti að ná til allavega ákveðna markhópa. Við fórum yfir, skoðuðum allar kynningarnar og þetta dálítið mikið efni. Þetta hvað 51 innlegg og flest af þessu eru alveg upp undir, ég man ekki hvort það var 20 mínútur að hálftími. Þannig að þetta svolítið magna efni. Og hugmynd okkar var að fara í gegnum þetta og greina hvað væri að gerast og hvað þetta fyrirlestrar? Það var svona spurningin, er þetta fyrirlestrar, er þetta bara glærur eða sýningar eða einhver samræði í gangi? Eitthvað svona starfsmennafélag og jafningjafræðsla? Og þegar við svona hugsaðum hvernig við ætlum að lykla eða flokka innleggin og komumst að því eða varum ásáttar það að það væri best að flokka þau í 4 þætti og fyrsti þátturinn væri kynningar sem tengdu stofnunum og verkefni þeirra og það má eiginlega segja að það kannski ekki alveg dæmigert fyrir jafningjafræðslu því að akkúrat á þessu staði í tímanum þá var, segjum til dæmis eins og menntamálastofnun, þá þurfti hún að koma upplýsingu til skólasamfélagsins hvernig þeir voru að
opna mikið af rafrænu efni og þess háttar og þetta var bara svona nauðsynleg upplýsingagjöf en þessar kynningar gátu alveg, það var okkar, þegar við fórum í gegnum þetta og gátu allir þessi 4 flokkar, þau gátu alveg verið svona einhvers konar samræða eða þyrfti ekki að vera bara svona eins og einhver mónolog frá einum aðila. En við þurftum að hafa svona sérstakar leiðbeiningar fyrir eða eyðublað eða hvernig fyrir innlegg sem það þyrfti að vera sko greint í flokka leið og innlegg væri skráð og gilda kannski ákveðnar upplýsingar og leiðbeiningar fyrir hvern flokk. En þetta var sem sagt kynningar sem tengdu stofnunum og það var annarkvort var það á glærum eða þá oftast var það þannig að það var að kynna einhverjar vefgáttir eða einhverja veflaga lausnir sem að stofnanir settu á stað. Og það var líka, einn þátturinn var svona skjákynningar og sýningar á verkfærum og einn þátturinn var kynning á þróunarverkefnum, þar sem að ferli lýst á prófunum með nemendum, þannig að segja kennara var að segja frá því hvað það er að gera með nemendum sínum eða einhverju rannsakendur líka eða hugflæði og umræður og það myndi kannski vera svona það sem að fellur mest að menntabúða hugmyndinni, það væru þessir seinni 4 liðir en hins vegar myndaði svona alveg ágætis svona samræmi ef að þessu var blandað saman, ef að vera allavega ekki öll innlegginningar frá stofnunum sem að var ekki nema það var þá í sérstökum tilvikum. Og hugsanlega þyrfti, það væri eitthvað sem þyrfti í dagskrá menntabúða að huga því að það væri svona blandað. Og innlegg sem voru tengd stofnunum voru oft þessar stofnanir, það var menntamálastofnun sem að hafði svo miklu hlutverki að gegna þegar allir komust ekki í bókasöfnin og þurfti að reiða sig á þetta rafræna umhverfi og það var til dæmis verið að kynna samninga sem hafði verið gerðir rafrænt efni og myndbönd og svo framvegis sem voru orðin aðgengileg á netinu. Það voru líka skjákynningar og sýningar á verkfærum og af því að það svona gæti alveg verið að einhver væri að sýna eitthvað, í sumum tilfellum var þannig að það var verið að sýna eitthvað verkfæri sem var það var verið að kveikja áhuga einhvers á því að byrjun að kynningu á einhver verkfæri. En í fleiri tilvikum þá var verið að kynna verkfæri sem í einhverju samhengi, það var verið að kynna eitthvað verkefni sem að verkfæri var notað í og það var sum verkfæri sem að voru, það er líka hægt að sjá, ef maður fer yfir þessa 51 kynningu, hvaða andi sveif yfir vatnið, hvað var eiginlega að gerast þarna 2020, hvaða verkfæri voru það sem fólki þótti mikilvægt að kynna. Og það var eitt verkfæri til dæmis á þeim var Book Creator sem kom fyrir í mörgum af þessum innleggum og sem dæmi, svo ég setti þarna til á skjámyndi til að sýna 3 kynningar sem tengdust því og þær voru mjög mismunandi. Ein var lítill framhaldsskóli úti á landi sem var að kynna hvernig hann hefði notað vendikennslu og svona inquiry-based learning í spænskukennslu og notaði þetta verkfæri sem einn hluta af því. Í öðru tilviki var verið að kynna verk með mjög ungu börnum og líka myndasafn, myndabanka sem að tengdist, sem að var með opnu höfundaleyfi og tengdist allir leikskólakennari getur nýtt sér að þeir sem væri að búa til efni fyrir ung börn. Og í 3. tilfellinu þá var að vera að kynna svona gagnvirka sögugerð í þessu verkfæri. Þannig að allt þetta var nú svona frekar ekki alveg byrjanda notkun á verkefninu. Það var ekki eins og í sumum tilfellinu var það og sumar kynningar voru þannig.
Og svo voru náttúrulega, kynningar voru líka kynning á einhverju ferlum og svo kynning á einhverju svona hugflæði og ég læt þessa eina glæru, sína einu glæru til þess að sína, þetta eru skjámyndir úr einum af búðunum sem að sína hvernig fólk, og það er eitt sem að ég hef verið að huglega því ég skoðaði þetta, að það virtist hafa svolítið vægi að flestar af þessum kynningum voru mjög myndrænar og hugsanlega krefur þessi niður og þetta fjarkennslu form okkur til þess að vera myndræn. Þó að það væri ekki verið að sýna inn í búðirnar, inn í eitthvað verkfæri og þá var oft verið að deila skjánum, þá voru á glærunum mjög myndrænar upplýsingar. Og mér finnst það bara eitthvað til umhugsunar. Og á þessu menntabúðum sem vorum með núna, það voru mörg innlegg á vegum stofnana og ég held að það helgist af þessum aðstæðum sem voru og þetta voru nánast eins og neyðaraðstæður. Og það voru fremur fá sem voru kynning kennara á þróunarverkefnum að þessum að ferli með nemendum var lýst. Og það væri þá kannski hugmynd hvort að maður gæti einhvern veginn reynt að koma þannig fyrir að það væri fleiri, að reyna að kalla eftir fleiri svoleiðis innleggjum. En hins vegar þegar við greindum þessi innlegg og vorum að leita að bestu dæmunum hvar væri mest virknin, þá sáum við að virkni þátttakenda, hún gat verið mikil í öllum 4 flokkunum, en hún var ólík og það fór eftir hvers eðlis innlegg var og hvernig kynnendurnir lögðu það upp. Þannig að það var greinilega ákveðnir kynnendur og ég tek það fram að þær í sumum tilfellum voru sömu kynnendurnir sem kynntu á fleiri en einum menntabúðum og það fór svolítið eftir í að þannig að þú gast verið mjög góður í og það var eitt af þessu sem það ætti líka að reyna að læra hvað var það sem gerði að verkum og svo líka tæknilega umgjörðin. Við setjum þessar niðurstöður fram sem gátlista þar sem að fólk geti notað til þess að gera slíka menntabúðir og þessi gátlistaðan er núna á mjög hráu formi þannig að ég held að ég sé á nokkuð búa með tíma, getur það ekki verið? Hvað hefur mikið tímahróp, Bjartur? Það væri cirka núna sem tími væri búið með það að við töfðumst á það. Já, en ég ætla að fara bara rosalega hratt yfir sögu svo við höfum dálítið mikið tíma til þess að spjalla atriði sem er í þessum gátlista sem að birtist og væntanlega von bráðar í einhvers konar fyrsta formi. En atriði þá eru kannski fyrsta og það sem við leggjum mesta áherslu á í byrjun, það er val á tækni og umhverfi og netrýmum og það er hvers konar kerfi notum við til að taka við innleggjum og hvernig skipum leggjum við líka hvernig það fer fram. Og bara fyrir þá sem ekki vita hvað ég á við, þá á ég við hvernig það er hægt að taka við innleggjum í Google Docs eða Google Forms en það kom í ljós að það var frekar óþægilegt að gera það nema í kerfi sem að væri þannig að kynnendur gætu breytt í seinna. Og þetta er það sem að slík kerfi verða að hafa, þau verða að vera einföld og fljótleg og opin og kynnendur verða að hafa aðgang. Til dæmis til þess að setja glærurnar sínar eða ef þeir vilja koma einhverju vefslóð til skila og svo framvegis. Og síðan kerfið sem við tökum með menntabúðir, það var náttúrulega frekar sjálfgefið hjá okkur í þessu tilfelli eða Zoom, en það hefði ekki þurft að vera það. Við hefðum geta verið með Jitsi, við hefðum geta verið með Teams eða Google Hangouts, en það verður að vera kerfi sem er einfalt, öruggt og góð gæða á hljóð og mynd og samvinnu möguleikar. Það er ef til vill mikilvægast sem sker frá menntabúðir frá öðrum kerfum sem eru til að halda vefráðstefnur.
Og svo auðvitað verður að vera svo einfalt og ódýrt að það sé á færi skóla að gera það. Það þarf líka að vera kerfi til að birta dagskrá og birta hnappa þannig að þú smellir á, getur farið inn og við skulum ekki gleyma því að við erum á tímum, móbiltímum, þannig að þetta þarf að vera kerfi sem miðar við hann sem er með síma eða snjalltæki. Og það þurfa að vera leiðbeiningar og upptökur fyrir allavega þar sem að mæti búðirnar. Það var eitt af þessum sem ég prófaði að hafa upptökur aðgengilegar leið og búðirnar voru búnar. Stundum tókst það ekki og þá var strandað á svona tæknilega málum og oft út af svona öryggismálum. Nú annað, það er þjálfun og færni stjórnenda og kynnenda og þáttakenda og stofustjóra sem vorum við í þessum hópi þeir þurfa að kunna vel á kerfið og geta leiðbeint og leyst vandræðum því að þegar við vorum að setja þetta í fyrsta skipti eða fyrstu 3 skiptin þá var flestir eða mjög margir að koma á svona búðir í fyrsta skipti og sumir voru bara beinlínis að koma til þess að læra á slíkt kerfi og hugsanlega það eitthvað sem mun breyta svo næst af því að það er væntanlega allir prófað þetta einn liður af svona nútímanum það er að vera á Zoom-fundi og það þarf líka að kynna tækni möguleika fyrir þátttakendur til dæmis hvað spjallið hvernig beðið orðið og hvernig það endilega meira að kynna á þessum tegund af vef eða svona mentabúðum. Það þarf að kynna allt sem getur orðið til þess að fólk taki meira þátt. Þannig að við viljum að fólk taki þátt. Og það þarf að huga að kynningum og auglýsingum og ekki auglýsingum, borguðum auglýsingum, heldur bara hvernig maður kynnir þessa hluti og nær til hópsins. Og það er líka mikilvægt í þessu tilfelli að fylgjast með kostnaði og vinnuframlagi. Það var óheyrilegt vinnuframlag af þessu verkefni sem að enginn borgaði neitt fyrir að þessi hópur lagði þessa vinnu bara fram, margir tímar og það þarf líka kostnaði við ýmis tól þegar það er stofnanir okkar borga það í þessu tilfelli en það getur vel verið að það þyrfti að borga fyrir aðgang að slíku kerfi. Og eitt sem við veltum ekki mjög mikið fyrir okkur og þessu 3 búðum sem hafa verið, það eru þessi lög og öryggismál og friðhelgi, aðalega kom það svona eftir á að það var svo mikil umræða í samfélaginu það, upptökur og svo framvegis. Og svo eitt sem við veltum kannski ekki fyrir okkur og það er aðgengi, eins og til dæmis aðgengi þýðingar, sjálfvirka þýðingar og svo framvegis. Maður ætti líka að fólk geti tekið þátt og það tala ekki íslensku eða jafnvel geti ekki lesið og svo framvegis. Já, og þá ég held ég á seinustu glærunni, ég var ekki búin að fara í og það eru líka hvernig ættum við að enda búðirnar, hvernig ættum að koma, hvað kemur í staðinn fyrir þessa samverustund sem á svona ráðstefnum eða samantekt þegar við erum að hittast og hvernig ná svo að kynna afraksturinn og hvenær og hvar og síðan er eitthvað sem við þurfum að ræða, það er og að hafa á svona lista, það er að hafa búðir sem höfða til huga að því fyrir hverja þessi búðir eru og það var alveg greinlegt að fólk kom með ákveðið markmið í huga þannig að það væri gott að hafa ákveðin þema jafnvel þó þetta sé svona eins og við viljum hafa svona grasrótar miðað og nú ég búin með erindið og ég þakka bara ofsalega vel fyrir mig.